Góðan daginn, gott fólk og velkomin. Það er orðið eitthvað síðan við gerðum þetta. En núna erum við komin á stað aftur. Og það er bara gaman, nei ekki. Alltaf gaman þegar maður fara á stað aftur. En ekki alveg eins gaman þið byrji ekki aftur. Það er allir að taka sér augnablis frí ef svona drottilegi við það en það er nokkuð víst að hann vill að við förum aftur á stað. Og ég er búin að læra það að ég fer ekkert á stað fyrir að drottin bara segir mér að fara á stað og ég hef alltaf gert þetta svona og ekki, mér var nú ekki, svona mér var alveg sama, mér er nú ekki sama hvort ég geri þetta ekki og ef hann hefði stoppað þetta sem ég svona sýndist að hann ætlaði að gera og þá bara hefði eitthvað annað tekið við, þannig ég hef engar áhyggjur af þessu. Þetta er nú trú minn kæri sem ég á. Og þetta gengi út á og bara er alveg sáttur með það. Þú nefnilega og ég nefnilega getum heyrt í Guði. Og hvernig talar nú þetta til þín? Hvernig talar Guð til manns? Spyrjum við. Þú þarft að þekkja Guð til að byrja með til þess að vita hvernig hann talar. Hann er ekki einhver rosa rödd hann í fjallað eða því líkt. Nei. Hann bara talar frá hjartanu til þín. Þannig talistu við. Hann gerir þetta við mig og ég veit það og ég er nokkuð vissum að margir aðrir hafa þessa sög að segja. Þannig að við skulum bara fara á stað þegar drottin segir en líka vera tilbúin til að bíða ef hann segir ekki neitt. Því að það getur alveg gerst og gerist náttúrulega kannski annars leið að hann skipti svona embætti eða kannski fyrir að láta mig gera eitthvað annað heldur en ég hef verið að gera en ég sé það núna allavega, ég er með þennan þátt og ég reikna með að klára hann og með þeirri rest sem að þessari þáttagerð hefur fyllt og ég veit að þú ert búin að vera að bíða eftir honum núna alveg sen hann kom ekki að, þetta var nú vikulugu þáttur 1-2 ár og í byrjun desember held ég að ég hef gert þátt og svo er ég að gera annað núna í lok desember. Ég er allan í sama mánuði og þemað er sama og sem sagt Guðs orð og upplifun mín af Guði, svona einhverju leiti eða bara það sem drottin vill segja og tala í gegnum þannig mann sem er alltaf einhvað í hverjum þætti og fyrir allt er alltaf uppbygging sem að fylgir vegna þess að Guð er Guð uppbyggingarinnar, ekki niðuris. Þar erum við alveg bara tilbúnir og klári hvernig sem er og við getum þakka fyrir það að við erum ekki Guð. Guð er Guð og drottin minn heitir Jesús eins og einn vinur minn sagði að Guðin mín hann heitir Jesús og ég er sammála á honum þar. Þannig að margir hafa svona svipaðar reynslu en þó ekki alveg eins reynslu vegna þess að enginn okkar er eins og það veit ég og þú veit þetta með mér að drottin sem sagt tala persónulega til manna að því að við erum ekki eins en svona í stóru myndinni er þetta nú svona ósköp áþekkt frá manni til manns og það er allt í lagi og það er alveg í góðu lagi með það en aðalatriðið er að viðkomandi sé við þennan steðja ef að þú vilt ekki taka þar þá ferðu frá þessu steðja það er bara svoleiðis. Þess vegna er hluti hvatningarinnar hann að við tökum okkur taki og við byrjum á því að skilja það og tala til okkar að þetta sem við erum að heyra og nema sé sannleikur. Því að eitt hefur maður reynt og það veistu líka ef þú hefur verið einhvern tími í þessu að það er ekki allir faðmandið þig að sér neða rósandið þér, það er ekkert svoleiðis. Kannski gera það einhver og það er allt í lagi en hitt er miklu algengar að menn snúi bara baki í þér og ég hef ekkert við þegar að tala
það er líka allt í lagi þeim eiga það og ég má líka alveg snúa baki menn ef ég vil það og finnst alveg þörf á þá ger ég það bara þannig að þú skalt allavega ekkert móðgast þó að þú verði fyrir því því að kannski sýndur mér bara bakið einhvern tíðan ekki svo að skilja maður sé neitt að hefna sín en svona bara þetta að við leifum bara Guði að draga að okkur menn og konur það hefur reynst mér best og hann hefur gefið manni vináttu og ótrúlega mikla vináttu til þessa fólks sem ég umgengst og hef umgengist gegnum tíðina ég lítum á allt þetta fólk sem vini mínu og það er bara Guðs gjöf maður hefur svo sem ekki endilega að rækta þetta en þeir eru samt þar sem þeir eru fyrir manni eins og maður kynntist þeim og svo þá maður hittir þá eftir langan eða stuttan tíma þá og sér maður þetta eru bara sömu gæjarnir og var þegar við vorum að brölta eitthvað saman í Jesú nafni þannig að Drottinn sleppir ekki hendinni af okkur og þá við séum ekki með þetta fólk fyrir augunum hér og nú alla daga þá þurfum við ekki að hafa neinar áhugjur því að þetta fólk sé allt saman tapað og týnt af hverju við verðum að hugsa það eins og ég geri oft og oftast nær að Drottinn með þetta í hendi sinni ég veit alveg hvernig hann hefur annast mig og þú ert ekki alltaf að horfa á mig dagstaglega en hann alltaf að annast mig og ef hann annast mig þá lítur hann að annast annað trúa fólk hvar sem það hvort sem ég nálægur eða ekki þannig að ég hef ekki neinar áhyggjur af þessu og svo fyrir utan það hefur maður náttúrulega alla tíð gert sekarinn fyrir því að maður hvort ræður engu gjörðir annara, bara aldrei sekki og hann maður ekkert að reyna að hlutast neitt til hvernig aðri gera og akta. En maður byrjar náttúrulega sjálfum sér eins og alltaf áður og reynir að vera svona þokkaleg manneskja sjálfur, hefur mér tekið stað. Ég veit alveg hver ég stend, en ég held að þú veitir það ekki. Í öllum tilvikum og það líka allt í lagi, þú þarft heldur ekkert að vita það, en ég veit alveg hver ég stend. Og ég veit að ég alveg stálheiðaleg manneskja og hef alltaf verið það. En ég veit að þú hefur heyrt eitthvað annað. Það kemur mér ekki til hvað þú hefur heyrt. En þetta nú sannleikurinn. Og ég veit að Drottinn stendur með mér í þessu og ef ég væri einhver óheiðalegu gæi, ég raun og veru, þá væri ég ekkert hérna. Maður hefur nú séð menn fljúa eins og örvar út úr þessu kirkjum vegna þess að þeir voru ekkert að standa sig. Búnir að fá 1.000.001 aðvörun og 1.001 séns, en þeir gerði ekkert með hann, svo endan bara var tekið í afturöndan á þeim og þeim flekt út þessu tómum pokum. Það var nú ekki ennþá gerst hjá mér, en ég veit alveg að ég alveg á sama staði að ég ætla ekki að gera með það sem ég að gera, sem Drottinn hefur kallað mig til og treyst mér til að gera. Þannig að Guð hjálpi mér til þess að vinna vinnuna mína og standa mína plikt og það get ég. Ég einna ræðum hvort ég standi mína plikt eða ekki. Þú hefur ekkert það að segja. Eina sem þú getur gert að hvetja mig sem maður oft talað en sjaldnast fær maður hvatninguna þannig séð. En það kemur fyrir það, það kemur fyrir, en það ekkert á hverjum degi sem maður fær eitthvað hvatning. Stattu því strákur. Guð hvetur mig. Þannig ég fæ alltaf hvatninguna þaðan. Og hann líka þekki mig nógu vel til þess að hann veit að ég stiltur og hlýðin strákur og yfirleitt yfirleitt. Þegar hann kallar, í raun og veru kemur fyrir að maður bara að bíða eftir einhverju svari frá honum og svo þegar hann tala þá komin, fara hann að stað. Þurfti að móka snjóa bílnum minn maður í hór og greip með mig gúst heima og sópaði með honum af bílnum, það svolítið snjór úti. Og svo ég að hafa áhyggjur af því að kannski erfitt plani hérna við kirkjuna, það nú stundum erfitt plani þar og ef það hefði ekki verið, hefði það verið ófært, þá hefði ég ekki komist, en það var allt í lagi með það. Einhverjir kappar búnir að ryðja brautina á undan, þannig að maður fór bara í slóðina, þannig að það gekk vel. En það getur verið svolítið svona atgangur í snjónum þegar snjóvar og það svolítið snjór og líka það hann fíkur og safnast í hrúur og sýnist kannski meiri en hann raunverulega en það breytir engu
og snjórinn bara til trafala og fyrir bíla og aðra en bara vegna þess að það vetur á Íslandi. En ekkert að þessu þurfum við neitt að vera að láta stoppa okkur ef við höfum einhver tök á öðru. Og ég vil nú hvetja menn svo alltaf áður að hlýðið bara Guði. Hlusti eftir röddu hann, hann tala við mig og hann tala líka við þig. Ég veit ekkert hvort þú heyrir eða ekki en hann tala við þig, alveg ekkert síður en mig. Og ég þekki þessa rödd og ég fer yfirleitt alltaf og fer á stað þegar ég heyra hana. Þess vegna gerði ég þetta ekki í morgunsárið eins og ég gerði nú oft en svo bara kom kallið eftir hátíð og þá dreifði mig. Að gera þessa góðu þætti sem ég elska að gera og finnst dálítið vanta þegar ég ekki í þessu en það bara eins og gengur og gerist og eins ég var að segja líka áðan að þó maður hætti þessu sem ég ekkert að segja að ég geri þá tekur bara eitthvað annað við. Svakalega spennandi. Þannig Guð. Hann gefur manni þessa spenning og svo hrynur ekki himinn og jörð þó að þetta fari frá manni. Það bara eitthvað nýtt framundan, segir maður þá og það gerist. Eintómir sigrar í Jesú nafni. Og hann líka kallar eftir þrautseginu hjá okkur og setur okkur alls konar reynslu. Veistu af hverju? Ég á með til þess að reyna þolgæðið í okkur. Ég ætla að setja hann í smá pröfu í dag og svo fyrir eitthvað að klikka maður og allt í brasi og vesinni og ekki brosvipur og vör en svo kemur brosið aftur því að sá þetta gekk allt upp. Þetta nú sagan mín í Jesú nafni. En þetta vinna við þetta, við höldum áfram. Að við viljum klára. Við kunnum það ekki og við lærum það. Með léttum leik eða erfiðlega en við lærum það. Akkurri. Til að við getum lofa Guð og eftir. Við megum heldur ekki gleyma því að lofa hann sem var með okkur. Hann tekur á þessu öll saman og hjálpar okkur gömlu mönnunum og ungum mönnunum í gegn. Við sjáum þetta harla gott og það og ég veit ekki hvað maður oft sagt þá á maður, þetta harla gott. Og ég ekkert að hæla sjálfum minn eitt, ég þakka honum alltaf fyrir það. Þess vegna það gott að því hann með mér. Ef hann var ekki með mér, þá væri þetta ekkert svona gott eins og það Þá væri þetta ekkert endilega neitt gaman að horfa á að hlusta á, en það gaman að horfa á og hlusta á, vegna þess að þetta þú heyrir drottin í þessu. En ég ekki drottin, og þú ert ekki drottin. Drottin heitir Jesús, og hann á himnum, og heilagur andir í mér og þeir talast við. Þess vegna léttur leikur fyrir hann, ef maður skoðar alltaf svona, að koma með röddina sína til þessa einstaklings og tala við hann. Og ég einstaklingur og þú ert einstaklingur með nákvæmlega sömu skilir. Ég þjálfaði mig ekkert upp í að heyra Guð, ég hef alltaf heyrt í honum, eða síðan ég frelsaðist. Þegar ég frelsaðist 89 sem ég átt talaði þá sagði ég, það til Guð. Ég þekkti hann bara eins og skot eins og gamall kunningi hefði mætt og það var notalegt. Þetta Guð eins og ég sé þetta. Við vitum að syndin reisir upp vegg, hinum með við þennan vegg, það Guð. Hann fellur þessi veggur, það Guð. Hann hefur alltaf verið þarna. Hann hefur alltaf verið eitthvað starf það sem þú ert, af því hann fylgist með þér. Hann með tíma og öllu, og ég trúi því nú, hann vilji nú kalla alla menn, hann vill kalla alla menn, en suma næra hann ekki í, því miður. En hann gefst ekki upp bara fyrir ævinur og enda, ævi mannsir, sem stutt. Og fyrir 40 árum, 35 árum, þá féll þessi veggur og ég sagði, bara sekundu broti, það til Guð. Og þessi vissa hefur ekki farið frá mér eina sekundu frá þinn tíma, í alla þennan tíma. Dag og nótt hefur hann gengið með mér. Og dag og nótt hann í hjarta mínu og hann talar
oft þar og gefur mér jafnvel fyrirmæli næstu skref. Og svo setur mann í próf og þetta stoppar alltaf, þetta hefur nú oft gerst að þetta hefur stoppað og maður veit ekki alveg hvaðan á sig veðrið en svo fer þetta allt í gang aftur. Ég hef alltaf gert það, ef ég heyri ekki alveg skýrt frá honum, þá býð ég. En svo náttúrulega því að maður er veiklunduð manneskja, þá fer maður að velta ýmsu fyrir, hvað er nú í gangi, átt ekki að fara að byrja aftur. En ég er alveg sallar rólegur samt því að ég hef nóg að gera, ég er alveg svoleið störfun laðinn maður, ég veit þú trúir ekki orða ég sé að segja. En það er allt í lagi, ég er samt að segja sannleikann. Þú ert búin að heyra svo margt annað. Ég ætla ekkert að taka það frá því, þú mátt alveg heyra margt annað. En ég veit sannleikann og þú vilt heyra hann, þá skaltu bara tala við mig og þú færðar allan. Þetta er að fylgja Guði og það er líka að fylgja Guði, fylgir því sá böggull að það getur alls konar verið í gangi í kringu þig sem þú veist ekkert en er í gangi í kringu þig. Af hverju? Af því að það er til djöfull í þessum heimi. Og hann brosir ekki sætasta brosinu sínu þegar hann sér þennan yndislega fallega mann. Hann segir við þig, við erum að lasna við þennan. Og þú segir, við þurfum sko að lasna við þennan. En drottinn segir, ég elska þennan mann. Hvað er það að gapa þarna tveir? Hann hældi þegar Satan fór til funda við, eða þeir hittust þarna eða hvernig það var og hann fyrir að hæla Jobb þessi lifandi stórskap. Hefur veitt athygli þjóni mínu Jobb og alveg hældi honum upp úr öllu valdi. Hinn var ekki lengi að snúa því annað. Það verður nú ekki þetta sem að væri, þú væri ekki að blessa hann á bak og brjóst. Reynda að slá þetta allt úr höndunum á drottni. Hann er svona, hann er þessi gæi og hann tala líka svona við þig þegar kristnimenn eru annars vegar. Og því þú hefur ekkert í þér sem að tekur við neinu og trúi þess vegna öllu, þá er þetta að segja allt kristna menn. Þú var harla ánægð með að heyra, þið vita sögur af þessu köllum, er nú ekki merkilegri en aðrir. Ég hef aldrei heyrt nokkuð kristimann segja að hann væri merkilegri öðrum mönnum, en ég hef stundum svona skynjað þetta hjá heimsinsmönnum, að finnst þeir vera svolítið merkilegri öðrum mönnum. En ég hef aldrei orðið var við þetta hjá hreinræktuðum kristnum manni, og ef hann er eitthvað að belgja sig út, þá vantar honum alveg helling upp á trúna sína til þess að ganga með Guði. En allir geta bætt sig og allir geta tekið sér taki og fjöldi manns auðvitað bæti sig og tekið sér taki og styrkist og eflist í trúnni að því þeir eiga trú til að leyfin að efla sig, venda sig og verja sig. Og hún gerir það að því hún er til taks, hún er í þér, hún er alltaf það sem þú ert, myndu það. Þannig þú hefur enga afsökun fyrir því að þetta liggi allt niður í hjá þér. En eins og vorum að segja á þann, við þurfum að vita hvort við þurfum að bíða ögn og það hef ég lært til margt löngu að ég get alveg beðið en mér líkar það nú kannski ekkert endilega neitt betur en þér að bíða en maður getur það og það er til ég vera styrk að geta það því að drottinn bara vinnur á sínu hraða. Hann gerir það sem hann vill á sínu hraða og svo ef hann vill þá byrjar þetta aftur og maður hefur þess að tekið sér á þessum tíma, maður er búin að vera lengi með þetta. Ég held ég alltaf tekið mér eitthvað smá pásur á milli. Ég tek mér enga pásu, það kemur bara eitthvað stopp í þetta. Og ég var að skoða þættina mína, þetta er allt til, ég er mikið að Ég held ég hafi gert síðasta þátt 2. desember. Mér finnst það svolítið langt. Mér myndi nú að ég hef nú verið aðeins lengur við þetta til 2. desember en ekki nema ég hef glemt að setja ykkur að þætti inn, ég held ekki. Ég seti þetta nú allt inn þegar ég er búin að gera þetta en það var að vera bara mánuður síðan ég satt hérna á baku þennan svarta fallega vegg og tala í þennan fallega hljóðnuma. Svo sér hérna aðeins í endan á. Mjög fínn hljóðnumi. Mikið
mikið atriði að vera með gott hljóð og góða mynd og ég býð svo vel að ég státa af þessu og gott ljós. Já, nú reynda fleiri ljós, það gæti verið með ennþá meiri ljós og það stæðir mig ennþá betur og fallegara. Mér nægir alveg að setja upp eitt ljós. En ég á 3, ég er 2, það er nú 1 ónýtt reyndar, en ég á 2 og þau eru mjög fín. Og þetta keypti ég á netinu, ég honum Amazon vinum mínum og kostaði ekkert mikið. Og þau eru búin að standa sér alveg rosalega vel þessi ljós. Ég var svo heppinn að ég áttaði mikið á því að það er annar tími það sem ég kaupi þetta, nefnir fyrir ekki það er öðru sér rafmagn. Ykkur ég man ekki hvort hún er læri tínin eða herri, ég man ekki alveg hvernig hún er og svo fæ ég þessa fínu perur með maður, rándýra perur og svo stingi ég saman, svo að gaf flott ljósmætt og svo bara dang, sprunguðar allar. Hver og þetta er annarleg. Það er bara kvellir eins og litlir kínverja kvellir. Og ég fyrir að ringja maður, ég vantar hérna perunni, svona ljós til að taka vídeómyndin með. Hvað kostar ein pera? 5.000 krónur stykkið. Já, ég held ég sleppi. Og síðan hef ég bara verið með venjulega ljósaperur og þær koma bara fínt út, en hinnar eru auðvitað betri, það er öðruvísi, það er svona bjartari. Þessi peruljós eru svolítið gul eins og þú veist, en þetta hefur alltaf komið bara mjög vel út í mynd og það var alltaf maður rétt ákvörðin. Ef ég þannig að fara kannski endurnýja þessa kastara, þá kaupi ég er nú hef aðeins verið að kíkja á það á netinu, ég kaupi þetta allt á netinu. En ég finn ekki neitt sem er með þennan 220 straum. Á þessum eins og Amazon ég hef ekki fundið að það, en það lítur nú samt að vera til þarna, en ég hef ekki gripið það ennþá. Það er alveg pottið til og ef ég kaupi þetta aftur og ég geri það, ef að þetta vera slitna meira, þá myndi ég ekki hætta fyrir ég fengið þess og fengið á þessum fínu peru með. Og þessar perur alveg endast árum saman með þessar notkun sem ég er með á það, þannig að ég væri sennilega ennþá með þessar perur eftir 5-6 ár, 6-7 ár sem að fylgdu með og ég væri með þó alveg skjanna bjart ljós með réttum perum. Það var ekki alveg að ganga. Bang, 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 allar hringil. Vegna þess að straumurinn var ekki alveg svo sami. Þannig að næst þú ferð að kaupa ljós fyrir myndavélina þína, þá skaltu athuga með þetta. Hvort það sé sami straumur og hér á Íslandi og það held ég bara yfirleitt ekki. Og ef það er ekki sami straumur, ef það er sami straumur, það er nú kannski við það sem það er sami straumur, en ég veit að það er ekki allstaðar. En mjög líklegt að þú fáir enskar og breskar innstungur, flatar og notar það ekki hérna. Þú voru að kaupa millistykki til þess að geta nota það. Það er nú léttverk og kostar nú ekki mikið. En þetta er best bara að fá þetta bara sem að gengur í apparatið okkar. Þannig að næstir í fér þá ætla ég allavega að gera dauðaleit að þessu kerfi og kannski finn ég það. Ég man ekki, ég var alveg hreinskil hvort ég var búin að finna þetta eitthvað staðar hérna hjá honum Amazon vinum mínum, en allavega hef ég ekki fundið það aftur. Þannig að ef hann er að hlusta á mig þá kannski sýnar mér mynd þegar ég fyrir næst að fletta á síðunni hjá honum. Hvað veit ég veit ekki hvað þessi kallar eru að bæla maður. En þeir eru þarna og ég er hér að tala Guð, tala Jesú Krist og svo stundu fyrir maður svona bara víðan völl í þessu og það er allt í lagi. Ég sé alltaf sagt og oft sagt að maður gerir þetta bara eins og Guð vill hafa þetta. Það er atriðið að þetta sé svona uppundir skemmtilegt, maður reyndar aldrei skemmtilegur, en stundum er maður svona alveg uppundir skemmtilegur og maður reynir að vera svona uppundir skemmtilegur. Nei, ég er ekki að reyna neitt, þetta er bara Konni gamli úr Hafnarfirði. Hann er bara svona, með húna sína, kalla húna sem hann keypti einu sinni, fyrir mörgum árum, 10-12 árum. Og ég er alltaf með hann að öðru hvoru og þið hafa nú séð hana hér, en ég nota þetta ekkert að staðaldri.
í raun ég keypti þetta bara til þess að hafa þetta í myndinni alltaf eitthvað á hausinn til að maður væri ekki alltaf eins hérna að ofurðu efst. En drottni saman það, hann veit að ég tilheyri sér, hann veit að ég vil þjóna honum og hann er reikinn af því að ég vil þjóna honum og ég veit að hann er líka jafn reikinn af þér sem vil þjóna honum þegar hann þarf á því að halda. Og ég hef nú verið þar að ég hef ekki verið með neinn undarskot, ég hef bara farið þegar hann hefur kallað og ég gert þetta alveg síðan ég byrjaði í þessu. Þá bara fer ég þegar hann kallar. Og eins og ég var að segja á þann þá var ég svona að bíða og ég var ekkert að pæla í því hvað úr er því, ég vissi bara ég var ekki í þessu og ég fer ekki nema að ég viti að ég eigi að fara. Drottinn verður að staðfesta sig með í verkinu. Og ég veit að þú veist náttúrulega ekki það, ég er alveg sama sjálfsagt það en ég veit að og ég þarf að vita það að ég er einstaklingurinn sem hann hefur treyst fyrir þessu og hann hefur treystir fyrir einhverju öðru en hann ætlar þér það, hann ætlar mér þetta og hann ætlar þér eitthvað annað og hann treystir fyrir þessu og þetta er mjög mikilvægt fyrir mig og þig og okkur að átta okkur á því að hann treystir okkur fyrir verkunum. Hann sett okkur yfir þau og hann treystir okkur fyrir þau. Hann sett okkur yfir þau að því hann treystir okkur til þess. En sumir eru náttúrulega með mikið umleikis og þeir eru kannski, ég veit ekki það, þeim kannski treystir meira, ég veit það ekki. En í raun og veru hafa báðir sama, báðir einstaklingarnir sama að þeir verða að hlusta eftir röddu drottins. Því að drottin verður að fá að vera með í þessu frá að til lög að því að þú vilt hvað sem er í Guði gera gott efni og reynslan kennir þér að þú getur bara hvílt í Guði með þessu þess að fer maður ekkert á stað fyrir maður veit að kallið komið þá líka fer maður og þess er ég núna að gera það sem ég verið að gera að búa til svona Guðsorða þátt eða stundum kannski maður leifir þessu bara að fara hvers að það veit þannig séð aðalatir er að Guðsorðið allavega komið þarna inn á milli og sé svona þema þáttarins. Drottinn er svo góður, hann er ekki stífur, hann er ekki harður húsbóndi, sumir halda það að þið þekki hann ekki neitt þá halda það svo margt þegar þú þekkir ekki manneski og heyrir bara sögur hann og þá þekkir hann ekki neitt og dregur upp mynd af sögunum sem eru kannski legasögur og þeir eru alveg saman það en sagan er góð og þú heldur bara við hana svo eitt daginn þá fellur þetta allt saman og það reynur allt að endingu sem er ekki byggt á góðum stóðum þá reynur það endingu og lygin fellur með braki og brestum þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af neinum en við þurfum að heyra röddu Guðs og þú ferð að þekkja þessa röddu Guðs hún talar og þú ert alveg viss hvað hún er hvernig heyrir maður í Guði heyrir maður stundum ég hef engin ráð inn í það mál nema vissan þú verður að vita hver þú ert í Guði og þegar þú veist hvað þú ert í Guði þá veistu líka að hann er það sem hann er og hann tala til þín alls konar mest fyrir mig er það bara hvatning og getur þetta strókur allt áfram þetta er gott hjá þér eitthvað svona og það er gott að fá þetta því að maður er ekki alltaf neitt sérstaklega upplagður frekar en þú, þú ert nú alltaf upplagður en ég er það ekki alltaf á þannig að það er mikill munur á okkur tveimur það er allt í lagi, við þurfum ekkert að vera eins þannig að ég þarf stundum að hafa aðeins meira fyrir þessu þú en stundum, þegar ég komin á staði þá þarf ég raun og vera ekkert að hafa fyrir þess að bara öllu fram og ég veit hver sér það þetta finnst þér, ég veit að þér finnst þetta rokin mestu og alveg svo undrandi á þessu manni skilur þetta ekki veit ég hvað þú skilur en þess að þetta heyra hér er satt og rétt og ég eins og ég oft talað hef verið með Guði í 35 eða 6 ár ég þarf að telja þetta nákvæmlega ég er alltaf á sama stað alltaf í 35 ár
að ég er búin að vera eitthvað 35-6 ár. Já, kannski að skiptir ekki máli, ég er allavega búin að vera nokkuð lengi í þessu og ég strax fór að treysta þessum yndislega guði sem að ég náttúrulega, mér fannst ég þekki hann bara þegar ég sá hann. Já, ég þekkti hann þegar ég sá hann. En svo náttúrulega hófst gangan og fór að ganga með fólki og það var alls konar. Og maður náttúrulega hissa á þessu að maður skildi ekki sýna trúna sína betur en þetta. En svo fór ég að hugsa með en er ég nokkuð að sýna trúna mína frekar að þeir? Nei, ég er ekkert að sýna neitt meira en þeir. Og þetta fólk. Þannig að læknaðist allir í svona dómgæslu og ég nú bara nokkuð sáttu við það að vera það sem maður er og langar ekki til þess að vera eins og þú eða neitt annar, en það get ég það ekki. Ef við getum saman lofa Jesú, það getum við gert og höfum auðvitað margoft gert það og þetta getum við gert með léttum leik að þetta er okkur gefið, þetta er okkur ætlað, þetta er handa okkur. Við skulum megum ekki gleyma hvernig þetta er handa okkur, trúin er handa mér, handa þér til að eiga við í öllum kringumstæðum og svo verður hún fljótlega, kannski strax eins og hún var það nú hjá mér, strax svona þetta drif angeri og festa það sem að maður hafði ekki gert og ekki leitt hugan að en ekki gert nema þetta dindin og dandin, þá fór maður að gera eftirleið bara reglulega, bara strax. Það kom bara strax. Svona vinnur Guð, eins og ég segi, hann tekur það frá þér, hann gerir það við mig og ég held að hann vinni ekkert öðru sem við þig, hann tekur það frá þér sem að mögulega hugsanlega verður þér að tjóni strax. Hann tók frá mér áfengið á sínu tíma því að vissi að það var að ganga með döðum og ég losnaði á sekundubróti strax. Það var aldrei frista mín í eitt skipti og þetta eru þeir sem í endalausum meðferðum mjög svona fúlir að heyra en á þessu fundum til að mynda þar er okkur uppálagt að segja sannleikan og það sem ég er að segja hvað þetta var það er hreinn og beinn sannleikur. Þetta gerðist, ég þakklátur, ég endalaust þakklátur auðvitað. Ég er ekkert að gera lítið úr baráttu þessar manna og kvenna, hún er til staðar. En þetta er eitt af því sem að ég þurfti ekki að glíma við, en eins og allt þetta fólk, að þá voru í mér svona einhverjir þræðir sem að krumpuðu mig svolítið inn í mér, ég man það, þetta var bara þannig að mann leiði ekkert vel. Og ég vissi í raun og veru þetta svo merkilegt, ég veit og trúi ekki neinu ennþá sem ég er að segja, en það var svo merkilegt með það á þessum tíma þó ég væri hættur og ég vissi að ég myndi aldrei drekka áfengi, þá einhvern veginn fannst mér að ég þyrfti þetta bara komið og það var komið að því leyti til að áfengi yrði aldrei mitt hlutskipti aftur. En þessar tilfinningar sem fylgdu því að vera þarna á þessu stað, þær voru mjög erfiðar. Og eins og ég líka sagt frá, ég get gert það einu sinni en að ég átti mjög erfitt með að tala og tjá mig þennan tíma. En svo fór ég í meðferð, ég fór ekkert í meðferð, ég fór bara á stað þar sem meðferð var í gangi. Og ég man eftir því að ég ætla að taka mig bara taki, sá að þetta var að gera fólkinu gott og það sem þar var verið að gera og ég man eftir því, ég sagði ég ætla bara að taka mig frá, ég ætla að gefa þessu bara 2-3 mánuði og ég tók mig frá og gaf þessu einhvern tíma og sótti allar stundir í kringu þetta. Ég man ekki hvort að það var í 2-3 mánuði, það skiptir ekki máli, kannski var það markmið að vera 2-3 mánuði og ég náði svakalega flotta árangur í þar maður. Og ég raun og veru losnaði ég við alveg helling, bara 1 og 3 og bingo á þessum tíma og veistu hvernig það byrjaði?
Ég fór að geta tjáð mig um það. Ég fór að geta tjáð mig um það. Ég gat það ekki. Ég var í hóp, ég hef nú oft sagt frá þessu og allt til að segja það frá þessu aftur. Ég var í hóp náttúrulega og við sátum alltaf í hring í þessum hópum og tjáðu menn sig. Og það var bara gengið á röðina. Og ég heyrði hvað, þeir eru allir að segja mína sög, ég sagði þetta við sjálf, þeir eru allir að segja mína sög. Þannig að ég sá það í fyrsta skipti að ég var ekki einn þetta. Ég held alltaf að ég var svo einnig. Það var ekki rétt. Og svo fyrir ég að tala um það. Og ég fann að ég losnaði. Svo losnaði ég meira, svo meira og svo er ég alveg laus. Og upp frá þeim tíma, í raun og veru get ég alveg talað að þetta er svo hvað sem er, en ég er ekkit mikið að því ég sjálfur sér segi bara þetta vegna þess að þetta uppörfa mig að heyra þetta, því að þetta er sannleikur. Og ég veit að þetta uppörfa líka aðra því ég veit að þeir eru að glíma þessa glímu margir hverjir nákvæmlega á sama hátt. Þetta er núna afleiðingar áfengis sem að við erum að mæra og dyrka og heilla og hampa og ég veit ekki hvað, en þetta eru afleiðingar áfengis. Þessu viljum við ekki hampa, að sjálfsögðu ekki. Og ekki margir kannski tilbúin til þess að stíga fram og hampa þessu. Þetta er aldrei, hinliðin á þessu máli er aldrei birt. En við erum að glæsa þessa neyslu og ákvaða gaman þarna svo hlægjum við og munum ekkit hvað við sögðum og hlægjum að við höldum að við ljótum að vera rosa fyndnum að hlóa allir. Þannig við fáum að heyra eitthvað svona og hlægjum við maður finnst þetta rosalega fyndið. Við munum ekkit eftir því að hafa sagt þetta eða heyrt þetta. Þetta er áfengið. Áfengið er eitur. Og líkaminn, hann er ekki gerður til þess að innbyrða eitur. Og ef þú innbyrðir þetta eitur, þá skaldu eiga vona því að eitthvað skemmist sem verður aldrei bætt. Eitthvað skemmtist og ég raun og veru hefur það aldrei verið bætt hjá þessu manni. Og afleiðingarnar ennþá ganga með manni og hafa gert manna svona manneskju sem að, er svolítið svona inn í sér, ennþá. Ég var ekki svona því ég var krakki. Ég man alltaf eftir því ég var krakki og svona ungur maður og elskaði ég það að vera nú fólk. Alveg voru bara margir maður, þá leiði mér ennþá betur en svo misti ég þetta allt niður eftir þetta. Og það er ekkit komið ennþá og ég svo sem er ekkit að hafa miklar áhyggjur af því, ég er náttúrulega gamall kall í dag og ég svo sem ekkit að pæla mikið í þessu, en það er svona ástæðan fyrir þessu. Ég reka þetta allt saman þangað. Og ég er ekki að kenna ykkur öðru en var. Þetta var það sem að skeði. Ég er ekki einn af þeim sem er alltaf að leita að ykkur til þess að kenna Ég er alveg tilbúin til þess að horfa framan í sannleikan hvað mig sjálfan varðar. Ef það er sannleikur, þú mátt alveg segja mér hann. Ef það er ekki sannleikur, þá bara hypja þig. Þú ert ekkert að segja mér eitthvað sem að þú hefur heyrt og ég veit ekkert hvað þú ert að tala. Það var nú stundum skeð. En ég vona ég hafa nú ekki verið þar að ásaka eitthvað sem að gerði ekki. En sjálfsagt hefur maður gert það. Þetta er eitt af því sem að fylgja drottni. Hann gefur manni svona að hann gefur manni alltaf að segja sannleikan og svo fer maður að elska hann að sannleika því að það er ástæði til að elska hann. Og ég elska sannleikan sem Jesús er með. Því ég veit að það er sannleikur sannleikana. Og ég bakka ekkert með það og það sem drottin er að segja, ef þú ferð eftir því, það endar vel. Líka þetta er maður að reyna aftur og aftur. Gerið það sem drottin er að segja og það endar vel. Og það er árangur af því. En hann verður að fá að stýra og stjórna og hann vill stýra og stjórna. En þú þurft að beygja þig undir að hann sé að stýra og stjórna. Þú getur verið með 101 hugmynd eða 1001 hugmynd hvernig ég að gera þetta. En drottin er búin að plana það. Og ég segi, farðu eftir plani hans í Jesú nafni.
Við segjum þetta gott og það var gaman að vera komin tilbaka og þetta bara byrjun og einhverju ferli, veit ég. En allavega við klárum við þennan þátt og ég þakka fyrir mig.